og ég hef nú undanfarin 10 ár sennilega haldið jólatónleika með mínum bara dætrum, mínum afkvæmum en þegar ég flutti aftur til Grindavíkur í fyrra þá svona kveiknaði þessi hugmynd hjá mér að við í Grindavík við höfum alla burði til þess að gera bara mjög flotta jólatónleika og mér finnst að jólatónleikar eigi alltaf best heima inn í bara kirkju og það var hugmyndin fyrra og ég var búinn að fá hana Sigurður María Eyþórsdóttir held ég hún sé. Hún með bara einhverja mastersgráðu í að skipuleggja svona tónleika. Ég myndi aldrei geta haldið utan þetta allt einn held ég, þannig ég fekk hana með mér í liði fyrra og þá uppleggið að svona styðjast við bara fólkið hér í Grindavík, söngvarar og tónlistafólk. Guðjón Sveinsson til dæmis að sjá hljóð og sem tæknimál, Guðjón hennar Sonlín og Svenna. En að fá líka einn þekktan úr væntanlega úr Reykjavík, þá oftast það úr Reykjavík og í fyrra til dæmis var Páll Óskar búinn að boða komu sína og við ætluðum að gera þetta í bara Grindavíkur kirkju í fyrra. En það víst ennþá svona ákveðin veira í gangi. Þannig að við gerðum þetta ekki, við vorum bara með svona streymistónleika í fyrra og það náttúrulega fjölda takmarkanir ennþá, það mega basically bara 50 manns vera í stað annars þarf að taka einhver hraðpróf og eitthvað dæmi. Þannig við ákveðum að gera þetta í nýjum glæsilegum sal á Fissás hjá Kára. Það ótrúlega flottur salur og soundið þarna eitthvað annað. Þannig ég hlakka gríðarlega til að gera þetta þar og ég lofa bara góðum tónleikum með því. Og hverju koma fram? Þú og? Herðu, við feðgin, ég og Arni dóttir mín, þeir feðgar Ellert Jóhannsson og sonur hans Bergsveinn held ég hann heiti. Ellert náttúrulega frábær söngur eins og við vitum og sonur hans hugsanlega föðurbetrungur að verða alveg eins og Arni mín er klárlega föðurbetrungur þegar kemur að söng og svo frændi minn Jón Emil, sonur Öllu heitinnar frænku og Kallabjarna og síðast en ekki síst Tommi Rafvirki og við vorum búin að fá þennan fræga söngvara, engin önnur en jólastjarnan Helga Möller ætlaði að koma en því miður þá boðaði hún forföll í gær. Þannig að hún ekki að koma og við vorum á stúfana og endanum fengum við frábæra söngunu Stefania Svavarsdóttir, hún ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni og söng og í hljómsveitinni, kannski má ekki gleyma því, engin annar en Maggi Kjartan sem stýrir henni og þar fyrir utan Ingólfur Sigurðsson á trommur, Nafnans Magnússon á bassa og Þorgils Björgvinsson sniglabandið á gítar. Og svo fæ ég eitthvað að skottast með á kassagítar líka og svo erum við öll að radda fyrir hvort annað og ég bara vill trúa því að við séum að fara að bjóða upp á mjög flotta tónleika. Og hvað nálgast maður miðana? Hvað nálgast maður miða? Og kannski að það komi skýrt fram allur ágóði á þessum tónleikum, hann fer í að styrkja í framtíðinni, alltaf að fara í að styrkja eitthvað fallegt gott málefni og það er sem líknarsjóður Grindavíkur kirkju sem að hlýtur ágóða núna. En við gætum ekki gert þetta nema með aðstoð bara fyrirtækja hér í bæ, ég ætla ekki að nefna þau öll hér og nú, þau koma fram á eventunum, en ef það væri ekki fyrir þennan velvilja þá gætum við ekki gert þetta og þessi fyrirtæki þau öll kærar þakkir en miða á tónleikana, það er 50 manna fjöldatakmarkanir, þannig að við verðum held ég að miða við það og hægt að nálgast það á fissás.is. Kári með mjög gott þægilegt miðasölu kerfi þannig að þið bara farið þangað inn, kaupið miðana og svo verður þetta líka í streymi. Guðjón Sveins snillingur með fyrirtæki sem heldur utan það og það er VAF Venue, linkurinn á það kemur fram á þessum event þannig að það er hægt að kaupa streymi líka og miða verði stilt í hóf, vill menna 3.900 krónur inn á tónleikana en annars er það 2.490 til þess að kaupa streymi og þið munið það þetta er alltaf að fara í þarft og gott málefni þannig ég hvet alla til þess að mæta.